Ég heiti Vala Fannel og ég er leikstjóri og leiklistakennari. Þessa dagana er ég að vinna að undirbúningi fyrir æfingaferðið á Benedikt Búalveg og síðan meðfram því að kenna á Sviðslistabrautinni upp í menntaskóla. Ég flutti til London 2009, fór þangað í leiklistarnám, lærði leikarann og leikstjórann, það var 5 ára nám. Eftir nám stofnaði ég mitt eigið leikhúsfyrirtæki og rak það út ég var að framleiða og leikstýra mínum eigin sýningum og fór að kenna við háskóla þar. Svona 2016 náttúrulega kemur Brexit og það breytist ýmislegt í borginni í kjölfarið á því og þá fór ég svona fljótlega að hugsa að mögulega fara heim. Það var ekkert endilega sem kallaði á mig. En svo fór ég að taka eftir á bara rosa mikil uppbygging og gróska í gangi á Akureyri. Og auðvitað þegar maður kemur svona heim þá veit enginn hver maður er. Þannig að mér langaði strax að fara að reyna að byggja upp ferilinn minn. Það er rosalega virkt og flott starf hjá áhugaleikhúsum á svæðinu og ég bombaði mig bara inn í þau eins mikið og ég komst upp með og leikstýrði bara hérna út allt svæðið. Svo sótti ég styrk hjá Eyþing og fekk hann til þess að skrifa söngleik. Og þannig að það var svona mjög fljótlega, þá var boltinn svona farin að rúlla. Ég myndi segja að það hafi bara gengið mjög vel að búa til verkefni. Bæði af því að það eru alls konar möguleikar en það er líka bara sjúklega mikið af skapandi fólki hérna. Bæði þá kynnustu fólki rosalega hratt. Ég meina eins og í London eru 12.000 atvinnulausir leikarar og þú ert bara einn af þessum á meðan að hér er kannski aðeins auðveldara að láta heyra í sér, láta taka eftir sér og búa sér til eitthvað plattform heldur en er á stærri stöðum. Benedikt Búalveg er fjölskyldusýning ársins, þar sem öllu er tjaldað til. Það er risastór og glæsileg sýning. Þar erum við með leikara bæði héðan sem og frá Reykjavík. Sinfónían hér, Sinfónía Nord, er með tónlistina. Við fáum Líbrá til þess að koma og gera dansana og við erum með frábæran ljósahönnuð og leikmynd- og búningahönnuð. Þannig að þetta er svona stóra festivalið. Það hefur verið mikil gjöf fyrir minn feril að flytja hingað. Ég hef verið ótrúlega heppin með þau tækifæri sem ég fengið bæði til þess að þroska mig sem listamann sem og kennara. Og það er eitthvað sem ég er ekki viss að ég hefði komist í á þessum skala annars staðar. Svo er það líka, það er mjög lifandi menningarlíf hérna og það kom mér virkilega óvart að mörgu leyti að koma beint frá London til Akureyrar. Ég hélt að það yrði erfiðara stökk, en málið er að það eru mjög reglulega tónleikar, það er mikið að gerast á börunum eða niður í menningarhúsinu eða hvar sem er. Svo er bara hellingur af veitingastöðum og það er svo mikið líka af alls konar fólki hérna. Það er miklu meiri breidd heldur en að ég hefði búist við svona í félagslífi og menningarlífi yfir höfuð.